Allir aftur. Hvað segir bara Halldór? Bara að byrja. Sæl og blessuð. Hjartanlega velkomin á þennan hádegisfyrirlestur sem haldinn á vegum Ferðamálastofu og Ferðaklasans. Ég heiti Oddný Þóra Ólafsdóttir og ég mun halda utan dagskrána fyrir hönd Ferðamálastofu. Umfjöllunarefni fyrirlestursins í dag snýst upplifun ferðamanna á Íslandi út frá niðurstöðum könnunar Ferðamálastofu og Hagstofu Íslands, en hún hefur nú verið samfellt í gangi frá því í júní 2017. Fyrra árinu þá voru við frá Ferðamálastofu með kynningu hérna í húsakynnum Ferðaklasans á þessari sömu könnun og þá var farið allítarlega yfir meginþætti hennar, aðdragandann, framkvæmd og helstu niðurstöður. Nú verður hins vegar kafað aðeins dýpra í þau gögn sem safnast hafa í tengslum við könnunina og unnin hefur verið sérstök greining á spurningum upplifun ferðamanna og þá sér í lagi á 3 opnum spurningum. Þau áhersluatriði sem snúa einstakri upplifun ferðamanna sem framkoma í stefnuramma stjórnvalda til ársins 2030 hafa í því sambandi verið lögð til grundvallar. Niðurstöður greiningarnar þær hafa verið settar fram í skýrslu sem verður birtist hér á vefsíðu Ferðamálastofu seinna í dag og hún ber heitið Hvernig má bæta upplifun erlendra ferðamanna á Íslandi. Margréti Wendt, hún hefur haft veg og vanda að verkefninu fyrir Ferðamálastofu og hún mun kynna okkur afraksturinn. Margrét, hún útskrifaðist með meistarapróf í ferðamálafræði frá Háskóla Íslands í október síðastliðnum og lokaríkir hennar, hún fjallaði erlend vinnuafl í ferðaþjónustu á Íslandi og reynslu útlendinga að vinnu hérlendis. Margrét, hún hefur töluverða reynslu af störfum í ferðaþjónustu og hún hefur starfað lengst af á ferðaskrifstofu. Eftir hennar framsögu þá gefst tækifæri til spurninga og kynningunni henni streymt á Facebook síðu Ferðamálastofu og þar hægt að leggja inn spurningar. Við ætlum að reyna að halda tímaáætlun, erindi Margrétar verður 30-40 mínútur, þannig að við höfum svona svigrúm til spurninga. Og það er hérna tímavörður, hann Jakob, hann sér það, en við bjóðum núna Margréti velkomna. Gjörðu svo vel. Já, góðan daginn og takk fyrir að kynna mig á þetta verkefni. Ég ætla hér í dag að kynna fyrir ykkur greiningu á ákveðnum hluta landamærakönnunar og útgangspunkturinn er sá að nú er verið að vinna framtíðarsýn fyrir íslenska ferðaþjónustu. Það sem segir að íslensk ferðaþjónusta verði leiðandi á heimsvísu í sjálfbærri þróun, áhersla er lögð á íslensk ferðaþjónusta stuðla að bættum lífskjörum og hagsæld og sé þekkt fyrir gæði, fagmennsku og einstaka upplifun. Og þannig að hér að ræða 4 áherslur, arðsemi framar fjölda ferðamanna, ávinning heimamanna allt land, jafnvægi milli verndar og hagnýtingar og svo síðast einstök upplifun, gæði og fagmennska. Og það er það sem verður hér til umræðu. Greiningin byggir eins og sagt var á landamærakönnun, Ferðamálastofu og Hagstofu Íslands, þar sem annars vegar er framkvæmt könnun við brottför á Keflavíkurflugvelli og hins vegar netkönnun. Og gögnin sem voru tekin hér ná frá sumrinu 2017 til lok árs 2018 og heildarþátttakan var 49.000 svör. En fyrir þessa greiningu sérstaklega þá horft til 3 spurninga á nethlutakönnunar. Hvað var minnisstæðast úr Íslandsferðinni? Af hverju þú ólíklegur til þess að mæla með Íslandi sem áfangastað og hvað má bæta í íslenskri ferðaþjónustu? Og svör við þessum 3 spurningum voru greind til þess að varpa ljósi á hvernig náttúra, menning og afþreying stuðla upplifun ferðamanna og hvernig íslensk ferðaþjónusta getur bætt upplifun ferðamanna með tilliti til fagmennsku, gæða og öryggis. Og bara svona rétt yfirlitið, því ég ætla að fara yfir þessar 3 spurningar úr landamærakönnu, byrja á því hvað var minnisstæðast úr Íslandsferðinni með einmitt áherslu á náttúru, menningu og afþreyingu. Svo hvernig má bæta upplifun erlendra ferðamanna, svo kemur samantekt og svo í lokin smá takmarkanir á aðferðinni.
byrjum hér. Hvað var minnisstæðast úr Íslandsferðinni? Þetta í raun áhugaverð spurning í sjálfu sér því að við viljum skapa einstaka upplifun, þá hlýtur það að vera eitthvað sem er minnistætt á jákvæðan hátt. Þannig að það áhugavert að sjá hvað ferðamönnum finnst í dag minnistætt. Fyrir þessi spurning, hvað var minnistæðast úr Íslandsferðinni, var spurt í netlutanum. Þetta opin spurning þar sem að svarendum gafst tækifæri á að nefna alltaf 3 atriðum og svarendur nýttu það í mjög mörgum mæli, þess að einhverju svarendur sögðu 1 atriði, aðrir nefndu 3, jafnvel fleiri. Þannig að það var alls unnið úr yfir 20.000 svörum frá 9.403 svarendum. Og hér má sjá þau 10 atriði sem voru oftast nefnd. Í skýrslunni sem kemur út seinna í dag þá má finna lista yfir allt í heildinni, bara gefst ekki alveg tíma til að fara yfir allt. En hérna þau 10 sem voru oftast nefnd og það vert að segja að heilt yfir þá voru þetta jákvæð svör, það voru jákvæðar minningar. Því ef að spurt hvað minnistæðast, þá í raun eitthvað sem neikvætt líka mjög líklegt til þess að vera minnistætt. Þannig að það allavega gott að sjá að þetta heilt yfir jákvæð svör. Og við sjáum hérna sem sagt að fyrsta sætið er náttúra, útsýni og landslag. Þannig að við sjáum hérna fjölda svara. Yfir 2200 svara tengdust almennt sér náttúru, útsýni og landslagi. Svo eftir með í kringum rétt yfir 1000 svör eru skipulaðar ferðir, afþreying, gullni hringurinn, sundlaugar, náttúruböð, Bláa lónið, jöklar að ferðast, hjóla og ganga. En út af því áherslan í dag er á náttúru, afþreying og menningu, þá ætla ég að taka nokkur dæmi svör sem bárust út frá náttúru, afþreyingu og menningu, þessum 3 atriðum. Og við byrjum á að skoða svör tengd náttúru. Hvernig minnast ferðamenn þess að hafa upplifað náttúrufyrirbæri? Ef við skoðum kenningar af hverju við ferðumst og viljum dvelja í náttúrunni, þá er oft talað að ferðamenn sækist í að losna úr hversdagsumhverfinu. Hversdagsumhverfið sé eitthvað sem einkennist af streitu og við viljum losna úr því. Og í raun viljum við þá komast í eitthvað eins og annan og betri heim. Og það virðist svo sem að ferðamenn hér á Íslandi fá akkurat það uppfyllt. Hér má sjá kvót frá einum svaranda. Hann sagði, þegar ég stóð í jökli fékk ég tilfinningu eins og ég væri á annarri plánetu. Og svör tengd náttúru snýrist að mörgu leyti það hvernig ferðamenn hefðu upplifað þennan annan og betri heim á annarkvort sjónrænan hátt eða með öllum líkamannum. Sjónin spilar mjög stórt hlutverk í hvernig ferðamenn upplifa ákveðinn stað. Margar af þeim minningum sem svarendur lýstu voru það að hafa séð regnboga við foss eða að hafa séð fjallasýn í sólhreti, ákveðin svona sýn. Og svo spila sjónin auðvitað stórt hlutverk þegar kemur á norðurljósum. En líkamleg upplifun skiptir ekki síður máli. Margar minningar sem að svarendur sögðu frá voru tengda því að upplifa náttúruna með mörgum skynfærum. Þessi viðmælandi sagðist þeim sem hafa fundið fyrir hita eldfjalls og aðrir upplifðu náttúruna með því að ganga fara í jöklagöngur eða hlaupa. En afþreying almennt veitir möguleikann á að upplifa náttúruna og afþreying sjálf var líka talin vera mjög minnistæð. Mörg svör tengdust skipulegum ferðum sem svarendur fóru í, eins og þeim þetta svar hér sem var suðurstrandaferð sem var talin sérstaklega minnistæð. Og niðurstöður landamærakönnunar leiddu í ljós að náttúruböð og sundlaugar var sú tegund afþreyingar sem að hve flestir ferðamenn nýttu sér árið 2018 og það í samræmi við þær niðurstöður að náttúruböð og sundlaugar voru einmitt taldar mjög minnistæðar. Hér er dæmigert svar slíkt að baða sig í heita vatninu á meðan að snjórinn fellir. Hér er aftur skynfærin og líkamleg upplifun mjög mikilvæg. Og svo ýmis ferðamáti sem að svarendum minnistæður, svo sem að ferðast, hjóla eða ganga Og það er auðvitað ekki, afþreying auðvitað er ekki bara möguleiki til að upplifa náttúru, heldur líka íslenska menningu. Það voru einnig mörg svör sem að tengdust íslenska menningu, það spurt var hvað væri minnistætt. Af þeim svörum var oftast talað að matur og veitingastaðir hafi verið eftirminnilegir. Þá voru svarendur að lýsa ákveðnum veitingastað eða rétt sem þeir hefðu fengið að smakka.
eins og í þessu tilfelli þá var þetta besti fiskur sem hann hafði smakkað á ævi sinni. En fólk og gestrisni einnig mikilvægur partur af menningarupplifun. Svör sem sneru að fólki á gestrisni voru heilt yfir jákvæð og lýstu fólki á Íslandi sem mjög vingjarnlegum og hjálpsömum einstaklingum. Hér má sjá eitt dæmi, vingjarlegt fólk, kærkomin breyting að tala við svona indælt fólk. Heimurinn getur lært margt af fólki á Íslandi. Og svarendur höfðu líka almennt jákvæðar minningar af menningu Íslands og því hafa kynnst sögu landsins. Mörg svör tengd menningu landsins sneru að hafa lært landið og þjóðina eins og þetta svar hér. Og svo voru viðburðir líka eitthvað sem að svarendum var minnisstætt af íslensku menningu. Hér má svo dæmi svarenda sem hafði verið í Íslandi menninganótt. Hann segir menninganótt, ég skemmti mér svo vel, svo margt fólk, átti frábæran dag, falleg flugeldasýning. Þannig að við sjáum að náttúra, menning og afþreying allt atriði sem ferðamönnum heilt yfir minnisstæð og jákvæðan hátt. Og það bendir til að íslensk ferðaþjónusta sé að gera rosalega margt vel og niðurstöður landamærakönnunar endurspegla það að íslensk ferðaþjónusta sé að gera rosalega margt vel. Við sjáum að samanlagt 95% ferðamanna sem segjast vera annarkvort ánægðir eða mjög ánægðir með Íslandsferðina. Og, já? Hvað segirðu? Já, þetta í skýrslunni Oddnýjar þetta greint eftir þjóðarinnu, en þetta bara svona heilt yfir. Já, sjáum að heilt yfir 95% ánægðir. Og út frá því má í raun ætla séum á góðri leið að veita þessa jákvæða gæða upplifun sem kveðið á í framtíðarsýn fyrir íslenska ferðaþjónustu. En samt vert að skoða hvað við getum gert betur, eða þó enn betur, og því að farið í að skoða nánar svör sem að tengjast í hvernig við getum bætt upplifun ferðamanna. Og fyrir þannig hluta voru 2 spurningar skoðar úr nethluta landamærakönnunar. Sú fyrsta af hverju þú ólíklegur til þess að mæla með Íslandi sem áfangastað. Og þessi spurning var lögð fyrir alla sem hafði gefið einkunn á bilinu 7 til 8, voru taldir hlutlausir, þegar spurt var hvort ferðamenn væru líklegir til þess að mæla með Íslandi sem áfangastað. Og hér var þá að ræða 400 svarendur og aftur þetta var opin spurning, þannig að svarendur gátu nefnt 1 eða 3 eða þar á milli hversu mörg atriði og þá barst 566 svör. Seinni spurningin hvað má bæta í íslenskri ferðaþjónustu. Þetta var spurning sem var lagð fyrir alla svarendur í netkönnunni og náði sem sagt þá til yfir 9.300 svarenda með 16.570 svör. Og hér sjáum við niðurstöðurnar fyrir fyrri spurninguna. Tölfræðin byggir á hlutfall svara, ekki svarenda. Þannig við sjáum að hátt verðlag hér fyrsti liðurinn og það atriði var sem sagt nefnt í bara akkurat helming allra svara. Að of hátt verðlag væri ástæðan fyrir að þau myndu ekki mæla, að væri ekki líklegir til þess að mæla með Íslandi sem áfangastað. Á eftir því koma svör tengd lélegum innviðum og upplýsingagjöf, léleg þjónustugæði og veður og dagsbirta, þetta allt í kringum 10%, en við sjáum að of hátt verðlag alveg yfirgnæfandi meiri hluti svara. Og hér má svo sjá niðurstöður fyrir seinni spurninguna og það er í raun svipa sem við sjáum hér. Fjórðungur allra svara tengist verðlagningunni. Svo var í 10% svara tekið fram að þurfti að bæta annars vegar upplýsingagjöf, vegi og skipulag, en aftur verðlagningin sá þáttur sem hve oftast nefndur. Og ég ætla núna að rýna í hvað felst bak við þessar flokka eða ákveðin svör út frá því á hvað sviði ferðaþjónustan eða undirgrein ferðaþjónustan þessi svör tengjast. Ég næ ekki að fara yfir allt, þannig að það eru ég valdi 10 atriði í dag og það má finna heildina svo í skýrslunni sem kemur út í dag. En við byrjum á að skoða verðlagið, ekki bara út af því að það var oftast nefnt, heldur líka út af að það hefur áhrif á svo marga aðra þætti sem ég mun tala hérna á eftir. En svarendur sögðu verði vera hátt, sérstaklega í samanburði við önnur lönd, og það væri hægt að ferðast 2 til 3 til annarra áfangastaða með að komast einu sinni til Íslands. En það sem að fengist líka fyrir verðið hér á Íslandi væri ekki alltaf að endurspegla þetta háa verðið. Þjónustan væri ekki alltaf peningarna virði sem að myndi fást.
og það má sjá á svörunum að þetta háa verðlag hefur þá neikvæð áhrif á upplifuna, bara fyrir ferðalagið í heild, eins og sést hér á þessu kvóti. Þessi svarandi segir að þó Ísland hafi verið fallegt land og þau hafi séð helling, það fannst þeim verðlagningin hafa gefið heildar upplifunni ákveðin neikvæðan stimpil. Þessi svarandi var alltaf meðvitaður hvað allt kostaði og þau þurftu að ráðstafa vel þegar kom á smáhlutum eins og snakkpóka. Og þetta kvót endar á því að hann segir að verðlagið sé svo hátt að það ekki hægt að njóta Íslands almennilega. Og þá það annað þátturinn sem svarandi sögðu Íslands ferðaþjónusta megi bæta, þá ýmis atriði tengd gistingu. Við höldum svolítið áfram að velta fyrir okkur verðinu, en í tengslum við gistingu þá sögðu svarendur að gisting væri ekki peningana virði oft, sérstaklega í samanburði við önnur lönd. Þessi svarandi hér segir að hótelin sem hann gisti á hafi verið vissulega hrein og ágætt, en þjónustan hafi verið 2 til 3 stjörnu hótel fyrir 5 stjörnu hótelsverð annars staðar. Og svarandi lögðu einnig til að fjölga gististöðum allt landið, því það myndi þá auka samkeppni og lækka verðið, þannig í raun var beðið bara, ódýrari gistingu. En svo líka ýmis þjónustuatriði sem að gististaðir bjóðu ekki upp á og svarandi lögðu til að mættu bjóða upp á. Þetta náttúrulega mismunandi eftir gististöðum, en það óskaði til dæmis eftir töskuburðahótelum og hraðsögukötlum og öllum hótelum. Og það var sagt að starfsfólk það mætti brosa oftar og verið vingjarnlegri. Þessi svarandi hér segir honum hafi hann fundist dæmis ekkert sérstaklega velkominn. Og svarandi lýsti að erfitt væri að nálgast upplýsingar frá starfsfólki, að upplýsingar fengust í raun bara ef að spurt væri en ekki að fyrra bragði. Og svo sögðu svarandi líka að framsetning gististaða á netinu hefði skapað oft væntingar sem að síðan væri ekki uppfylltar. Myndir af herbyggjum hefði verið villandi eða fegrandi og þessi stjörnugjöf á Íslandi ekki talin vera svo sama í öðrum löndum. Eins og þessi svarandi hér tekur fram þá fannst hann stjörnugjöfur vera off. 4 stjörnu hóteli hans hefði frekar verið eins og 2 til 3 stjörnu hótel annars staðar. Og þá í raun sögðu svarendur að hið opinbera stjórnvöld þyrfti að koma að til þess að samræma þetta kerfi. Það þyrfti að setja einhver kerfi, einhverja vottun sem að endurspeglar hvernig kerfin eru erlendis og líka til þess að skapa samræmi meðal gististaða hér á landi. Og þá erum við komin að veitingastöðum og gæði matar og byrjum aftur á verðinu. En svarendur sögðu frá því að matur í raun nauðsynjavara. Það eitthvað sem ekki hægt að sleppa að kaupa. Og út af því að matur á Íslandi dýrari en gerist heima hjá þeim, þá þyrftu þau að spara hér á öðrum sviðum. Eins og þessi svarandi sagði, margir ferðamenn eiga ekki efni á að borga þetta verð fyrir mat, en hvernig er hægt að njóta þess að ferðast þegar þú ert svangur? Ættir að velja milli þess að skoða þig að ferðast eða að borða. Og ef þú velur að borða og átt á lítinn sem engan pening eftir til þess að ferðast af hverju ættir að koma til Íslands til þess að ferðast? Og svarendur sögðu líka að matur í sjálfu sér hefði verið ákveðin upplifun sem þeir hefðu sóst í og við sáum það náttúrulega þegar við vorum að skoða minnisstæðaatriði að matur og veitingastæður voru sá þáttur í raun sem tengdist menningu sem var hvað minnisstæðastur. Og þá voru svarendur svektir að þeir hefðu þeim ekki endilega efna á því að smakka íslenskan mat, væri frekar að borða pylsur heldur en kannski íslenskan fisk eða lambakjöt eða hvað það var sem að þeim langaði til að smakka. Og verð hefur síðan að sjálfsögðu líka áhrif á hvernig gæðin og þjónusta eru metin. Hér eftir að ræða samanburði raun á væntingum og því sem að raunverulega fæst. Þannig bárust ummæli að þessi matur hér hafi ekki verið bragðgóður og ekki dýr og að þjónustan á veitingastöðum ætti vera betri, bara svipað á ummæli sem tengdust gististöðum. Og svo var ýmislegt í tengslum við upplýsingagjöf sem að svarendur óska eftir. Þau vildu vita hvar væri hægt að finna veitingastað, hvað þau myndu bjóða upp á, hvar væri hægt að finna ódýra, hvar væri hægt að finna hágæða veitingastað, hvar væri hægt að íslenskan mat. Þannig raun var bara óska eftir að við myndum mata með einhvers konar bækling sem væri bara yfirsýn yfir hvaða veitingastaður eru til og það myndi auðvelda valið sem að líka hentar þá þeirra svona budgeti og þeirri upplifun sem þeir eru að sækjast í. Og síðan nefndu svarendur að auka mætti framboð á ýmsum mat, hollum og ódýrum skyndibitum var nefnt og mat úr öðrum heimshornum en Bandaríkjunum og Tælandi og Ítalíu eins og kemur fram hér í þessu kvóti. En oft væri aðeins hamborgar og samlokur í loki.
Þannig að það var óskað eftir meiri íslensku mat og líka mat fyrir þá sem eru með sérþarfir, sykursýki, glútenóþol, veganmat, þannig. Þá kom að ferðaskipuleggjendum í fjórðu liðun hér og hér bárust ummæli 4 atriði. Fyrst var sagt frá því að mörg fyrirtæki að bjóða upp á svipaðar ferðir og upplifun á Íslandi. Og það gerir ferðamönnum erfitt að fá yfirsýn. Þannig að var óskað eftir að það væri að því opinbera að stjórnvöld myndu koma inn og veita svona staðfestar umsagnir hvaða fyrirtæki væru að veita hágæða og góða þjónustu til þess að ferðamenn ættu auðveldara í raun að finna út í hvaða fyrirtæki þau ættu að versla við frekar en annað. Það myndi raun starfsemi fyrirtæki sem veita gæða upplifun vera verðlaunuð. Og eins og þessi svarandi segir hér, hann óskaði eftir meira eftirlit eftir rútuferðum, það er svo mikil gæðamunur á meðal þeirra sem hann fór í. Hann lýsir því að hafa farið í áramótaferð sem hann fannst í raun ekkert hafa mátt bjóða upp á. Og nefnt var líka að mætti bæta lýsingar á ferðum. Það verður oft skortur og upplýsingar ferðir og til að mynda væri óljóst fyrir hvern ákveðin ferð hentar, hvaða búnað sé þörf á, hvernig hádegismat væri hægt að kaupa. Og þessi svarandi hér tekur sem sagt sérstaklega fram hvað hreyfigetu fólk þurfa að búa yfir og hvaða búnað sé þörf á. Og sérstaklega var óskað líka eftir heiðarleika í svona þegar kemur að ferðalýsingum. Svarandi fannst þeir ekkert alltaf fá réttar upplýsingar, þannig að það þarf að stýra væntingum þeirra betur til dæmis hvað varðar norðurljósaferðir og hvalaskoðunar. Þeir vilja vita betur hvað þeir geta átt vona á hverja líkurnar eru á að upplifa tiltekið náttúruundur. Og svo bárast líka ummæli þar sem að svarendur voru að lýsa leiðsögumönnum sem frekar óvingjarnlegum, dónalegum, talandi í síman, hættulegum í akstri og svarendur urðu fyrir vonbrigðum þegar leiðsögumenn voru aðeins bílstjórar og ekki endilega leiðsögumenn. Eins og þessi svarandi segir hér, þá fór hann í ferð með frábærum ökumanni en hann var kannski ekki beint góður leiðsögumaður. Og í tengslum við það þá fannst þeim verðið á skipulegum ferðum þá líka vera óhóflega hátt miðað við það að þau fá ekki þennan þjónustu þátt. Þau borga tiltölulega hátt verð og vilja fá þjónustu en fá þessa leiðsögn en eru svo kannski sendið frekar til þess að ramba einir Þannig að það var gagnrýni á verðiðurinn sem að barst. Og svo sagt var reynslusögum að þið hafa bókað ferð sem því síðan þurfti að hætta við. Og svarandi voru sérstaklega ónægðir með skamma fyrirvara sem að þeir fengu. Oft hlýtur ferðaskipuleggjendur ekkert vita að ferð væri aflýst fyrir en bara það átt að fara í ferðina. Og það gerir það verkum að svarendur geta þá ekki fundið sér aðra ferð í staðinn og geta ekki nýtt daginn vel. Eins og þessi svarandi hér segir, ferðir aflýstar án fyrirvara. Hann skilur að þurfa að hætta við ferðir vegna veðurs en hann fékk ekki vita því að ferðin var aflýst fyrir þau átti að vera að leggja stað og þá er ekki hægt að bóka aðra ferði eða aðþrengu. Þá er í raun bara dagurinn ónýtur. Þá höldum við áfram með verðlagningu en færum okkur yfir á 5. atriðið, það er bílaleigur. En verðlag bílaleigubíla og trygginga var líkt og almennt verðlag metið of hátt, sérstaklega fyrir fjórhjóladrifna bíla og kampera. Og svarendur óska eftir að heildarverð leigunar væri skýrt frá upphafi. Svarendur sögðu að þegar þeir sóttu bílina þá kæmi oft auka kostnaðar í ljós sem ekki að vita fyrirfram, einhver almenn gjöld, einhverja tryggingakostnaðar eða kostnaðar við vegaaðstoð. Og ástand vega, sérstaklega út eru margar holur í vegum, það gerir það verkum að skemmdir á bílaleigubílum frekar algengar. Því væri nauðsynlegt að geta tryggt sig gegn öllum skemmdum sem að geta komið upp. Og þar með komið í veg fyrir að greiða mjög háar fjárhæðir fyrir oft kannski minni máttar skemmdir, minnáttar eins og þessi svarandi tók fram. Hann segir hér að það eru margar bílaleigur og tryggingar dekka skemmdir ekki nægilega vel. Það er í raun bara gert ráð fyrir að bílinn skemmist á ákveðnum köflum og það er ekki vara nægilega vel við. Og það bárust ummæli að íslenska bílaleigur væri að svindla á viðskiptavinum sínum með því að rukka fyrir skemmdir sem voru til staðar þegar bifreið var tekin á leigu. Og svarendur fannst oft erfitt að mótmæla þessum ásökunum, sérstaklega út að margir ferðamenn skila bílnum sínum bara rétt á hann þeir hoppa út í vél upp í Leifsstöð. Það er bara ekki tími til að rökræða einhverjar skemmdir á bílnum. Þá sögðu þeir að þeir hefðu bara borgað þetta og þótt að þeim fyndist það óréttmætt því að hefðu bara ekki haft tíma í annað. Og vegna þess að svarendur töldu margar bílaleigur vera
óheiðarlegar og svindla ferðamönnum, þá óskuðu svarendur hér aftur eftir því að hið opinbera stjórnvöld myndu koma sterkara að og veita einmitt vottanir og verðlauna þannig bílaleigur sem eru heiðarlegar og standast kröfur veitagæða þjónustu. En svarendur óskuðu eftir því líka að bílaleigur myndu veita ítarlegri upplýsingar bílana og búna þeirra, íslenska vegi og umferðarreglur áður en lagt af stað í ferð. Þessi svarandi hér lagði til að veri upplýsingabæklingur á mörgum tungumálum í öllum bílunum það hvernig að keyra á Íslandi. Og svo einhver ummæli sem tengdust öryggi og þjónustu. Að mati svaranda eiga allir bílaleigubílar að búa yfir þeim skaðlegt til að draga bíl, skóflu og varadekki eins og þetta kvót hér tekur fram. Og mikilvægt væri að geta fengið aðstoð utan þéttbýli, svona roadside assistance. Og úr bílanum færum okkur yfir vegakerfið sem 7. liðurinn. Og hólur í malarvegum var helst það sem var gagnrýnt í tengslum við ástand vega. Og þá var óskað eftir að við myndum malbika fleiri vegi. Ókosturinn við malarvegi væri fyrst og fremst að akstur á malarvegum væri líklegri til þess að valda skemmdum á bílum. Og eins og ég sagði þá báru svarendur ekkert alltaf traust til bílaleiguna, þannig að óttuðust að þeir þurftu að greiða mjög hátt verð ef það yrðu skemmdir á bílnum. Og annar kostur við malbikavegi sá akstur malbikavegi spara náttúrulega tíma og veitir aðgengi að fleiri ferðamannastöðum sem að þeir sem að vildu sjá mikið á skömmum tíma mátu mjög mikils. En hér stangast við ákveðin viðþarf því að það voru aðrir sem að sá hag í malarvegum og takmörkuðu aðgengi og þeir einmitt töldu að það þyrfti að vernda marga ferðamannastæði. Þannig að eins og þessi svarandi segir, sumir vegir eru frekar slæmir en það sem gott, þar eru færri ferðamenn. Þannig að hér eru við náttúrulega bara með andstæða viðhorfspóla sem að mætast. Leiðamerkingar mætti bæta með því að hafa skilti ekki bara á íslensku heldur á fleiri tungumálum eða líka notast við myndar en tákn og svarendur óskuðu líka eftir því að fá betri fyrirvara að skilti kemur fyrr eins og þessi svarandi segir skiltin eru ofta eins við afleggjaran og ef þú keyrir á 90 km hraða þá er erfitt að ná beyginni. Skilti þyrfti í raun að koma fyrr til að fólk geti hægt á sér. Og svarandi töldu vera vöndin á stöðum með fram vegum þar sem hægt að leggja bíl til þess að taka myndir, útsinni, borða nesti og líka sækja ýmsa þjónustu eins og bensínstöðvar, salerni og veitingasölu og líka bara óska eftir stöðum sem myndu bjóða upp á skýli, það er svo oft vont veður hjá okkur og vildu bara komast í skýli. En á meðan svona staði til að stoppa og eru frekar sjaldséðir, þá stoppa ferðamenn bara eins og við náttúrulega kannski líka öll vitum, bara það sem þeir geta og það sem megi kannski endilega stoppa. Og ferðamenn verða líka varir við það þegar aðrir ferðamenn stoppa í vegkantinum og ógna þar með öryggi annarra því að þeir stoppa á án þess að horfa. Og þetta er náttúrulega sjálfsögðu bara eitthvað sem ógnar allra sem eru í umferðinni og öryggi allra sem eru í umferðinni. En það þýðir líka að ef ferðamenn lýstu því að ef þeir þurftu að stoppa, ef það kemur eitthvað neyðartilfelli upp hjá þeim, þá hefðu þeir engan stað til þess að stoppa, annan en bara á veginum og þar með eru þeir þá með sitt eigin neyðartilfelli en eru í raun að ógna öryggi annarra líka þegar þeir stoppa bara einhvers staðar. Þannig að þetta er skortur á þessum áningastöðum er bara mikið öryggismál. Og þetta síðasta atriði hér tengist líka öryggi. Svarendur sögðu aðra erlenda ferðamenn ekki þekki íslenskar ökureglur og ekki kunna keyra í snjó og hálku og það skapi hættu. En þeir nefndu líka íslenskir ökumenn og rútubílstjórar virði ekki alltaf hraðatakmarkanir og áreiti ferðamenn sem að keyra löglega. Hér segir einn svarandi hann óskar eftir átaki til að biðja íslenska ökumenn sem keyra alltaf hraðar en leyfilegt er að virða þá ökumenn sem halda sér við hraðatakmarkunna og ekki níðast á þeim með í þeim að flauta. Þá koma ferðamannastöðum. Hér var óskað eftir því að setja upp skilti með upplýsingum við alla ferðamannastæði sem telja upp og segja frá sérkennum staða. Svarandi lýstu þeir hefur stundum ekki vita hvað það væri raunverulega að skoða, hefðu vilja fá frekar upplýsingar náttúru og að sögu staðarins. Þessi svarandi hér óskar eftir bækling eða korti með stuttum lýsingum fyrir hvern og eitt stað til að vita hvað hann væri að skoða. Í tengslum við aðgengi var lagt til að bæta fyrir hreyfihamlaða aldraða
Og svo í tengslum við aðgerðir þá fengum við eftir þessi andstæðu viðhorfspóla því að sumir töldu einmitt að það þyrfti að auka aðgengi og aðrir töldu að þyrfti að takmarka. Það var kvartað yfir lokunum á ákveðnum svæðum á meðan aðrir sýndu því skilning með tilliti til verndun náttúrunnar. Þannig eins og við sjáum hér, þetta kvót tengist í, hann segir að hann metur það að sé verið að reyna að vernda náttúruna en hann fannst það samt hafa þau áhrif að sé ekki hægt að njóta náttúruna. Hann man eftir girðingum á mörgum ferðamannastöðum og hann skilur að þessu séu til að vernda svæðin en það takmarkar líka möguleikana að skoða sig og tengjast umhverfinu. Hreinlætisaðstaða, það var lagt til að fjölga salernum og hafa þau líka hrein, sérstaklega ef það á að borga fyrir þau. Og margir benti líka á að ef það á að borga fyrir salerni og það sé búið að greiða fyrir bílastæðagjald þá sé það ákveðin tvírukkun sem að þeim þótti ósanngjarnt. Og athugasemdir öryggi á ferðamannastöðum snéru fyrst og fremst að stígum og tröppum yfir vetrartímann en þeir gátu verið frekar hálir eins og kemur fram hér í neðra kvótinu. Við Fossa var líka sérstaklega óskað eftir öryggisráðstöfunum eins og girðingum. Úti að var hálka, þá lögðu ferðamenn líka til að það væri hægt að leigja mannbrota yfir vetrartímann á ferðamannastöðum. Og svo bárust ummæli af slæmri umgengni af hálfu annarra ferðamanna sem að svarendur hefðu orðið vitni af. Ferðamenn voru sagðir ekki virða takmarkanir og lokanir, voru sagðir skilja eftir sér rusl og eyðileggja jarðveg og gróður. Og til að koma skilaboðum til annarra ferðamanna æskilega umgengni þá lögðu svarendur til að það yrði sett upp skilti við ferðamannastæði. Þessi skilti myndu tilgreina hegðunarreglur og þær myndu síðan gilda bara allt landið. Og eins og þessi svarendi segir skýrar og strangar reglur fyrir ferðamenn virði náttúruna. Og það er náttúrulega ekki nóg að setja bara reglur því að þeir tóku þá líka fram að það þyrfti þá að fjölga eftirlit í raun með því. Þeir svarendur lögðu til að það þyrfti að hafa fleiri landverði og í raun ætti bara að rafsa þeim sem að virða ekki þessar reglur með því til dæmis bara sekta þá. Og svo hér rétt stutt, það var bárust ummæli að fjöldi ferðamanna við ferðamannastæði væri orðið of mikill. Þessum fannst hann bara vera í Bandaríkjum, svo mikið af Bandaríkjamönnum. Það er tengist því náttúrulega að ósku eftir því að ferðamannastöðum myndi vera stýrt betur og jafnvel settar takmarkanir á fjölda gesta. Og hér er þá 8. liðurinn, það er samskipti og við sáum í fyrri hlutanum þegar vorum að tala um minnistætt þá voru Íslendingar eða fólk á Íslandi og gestir þeirra talin vera minnistætt á jákvæðan hátt. En í svörum við þessari spurningu, hvað megi bæta íslenskri ferðaþjónustu, þá var frekar oft tekið fram að þyrfti að bæta viðmót heimamanna og starfsfólks. Hér segir einn að starfsfólki hafi verið jafn kuldalegt og veðrið. Og svarendur höfðu tilfinningu áhugi Íslendinga á ferðamönnum takmarkist við möguleikann á að græða á ferðamönnum. Þannig að efnahagslegur ávinningur væri mikilvægari en fagleg gæðaþjónusta. Hér segir einn Íslendingar eru óvingjarnlegt fólk sem vill bara peningin og ekkert annað. Og svo það veðrið, það var svo sem þátturinn sem að svarendur gerðu sér grein fyrir íslensk ferðaþjónusta gæti ekki haft áhrif á en var oft nefnt samhliða öðrum þáttum. Eins og hægra kvóti þá sjáum við hann að segja að það hafi verið hátt verðlag, gisting hafi verið mjög dýr og maturinn hafi verið mjög dýr, starfsfólk hafi oft á tímum verið óvingjarnlegt. Ef maður bæti slæmu veðri ofan á það, þá hafi það áhrif að hann mæli ekkert sérlega með Íslandi sem áfangastað. Út af þetta allt búið að vera smá svona neikvætt þá sem gott að taka fram að það voru líka margar athugasemdir sem að skilaboðin voru, það er bara allt rosalega fínt. Og það má ekki gleyma það náttúrulega styður við þær niðurstöður að yfirgnæfandi meiri hluta ferðamanna er mjög ánægður með Íslandsferðina sína. Ég er með 2 jákvæð dæmi. Það geislar enn af mér eftir upplifun mín á Íslandi og ég er erfitt með að segja eitthvað neikvætt. Mér fannst ferðin vera frábær og það er ekkert sem mitt eftir í hug sem gæti bætt hana. Þannig að við koma samantekt. Hvernig stuðlar náttúra, menning og afþreying að upplifun ferðamanna? Við vitum að náttúra Íslands spilar lykilhlutverk í íslenskri ferðaþjónustu. Hún er aðdráttarafl landsins og mótar þar með væntingar og upplifun ferðamanna. Og niðurstöður landamærakönnunar staðfesta þetta lykilhlutverk náttúru Íslands. Ef við sjáum að náttúran er það sem ferðamönnum minnistæðast og henni var lýst sem einstakri, ósnortinni, villtri. Þetta er í samræmi við þessar kenningar að við viljum komast burt úr okkar hversdagsheim og komast í einhvern betri heim sem er laus við þessa streitu sem við getum slakað á.
og svarendum var heilt yfir minnisstætt hversu nálægt hefði komist íslenskri náttúru, annarkvort í gegnum sjónræna eða líkamlega upplifun, og vinsælasta afþreying voru náttúruböð, og það svona, má segja að náttúruböðin eru svona hvað sterkasta tenging sem við getum haft við náttúruna, fyrir bara inn í hana, við erum umvafin þá bara vatninu. Og já, afþreying var náttúrulega líka talin með minnisstæð á jákvæðan hátt. Það endurspeglast í staðreynd að skipulagðar ferðir og afþreying voru í öðru sæti yfir minnisstæðustu atriði Íslandsferða, og líkt og með náttúru afþreying þó að menning Íslands svarendum eftirminnilega á jákvæðan hátt. Menningu var lýst sem öðruvísi á framandi, og það þótti spennandi upplifun að læra slíkan framandi menningarheim, sérstaklega íslenskan mat. En hvernig getur íslensk ferðaþjónusta bætt upplifun ferðamanna með tilliti til fagmennsku, gæða og öryggis? Þá þáttur sem hafði neikvæðasta áhrif á upplifun ferðamanna var verðlagið á Íslandi. Það var afgerandi neikvæð þáttur, og hann mótar afstöðu til margra annarra þjónustuþátta, svo sem gistingu, mat og skipulagðra ferða. Hátt verðlag skapar ýmsar væntingar mjög mikla háa gæða þjónustu sem fæst ekkert endilega alltaf. Og þá skapast þú tilfinning íslensk ferðaþjónustu sé ef til vill að ræna að svindla á ferðamönnum. Og annað atriði sem svarendur töldu nauðsynlegt að bæta jákvætt viðmót heimamanna og þjálfun starfsmanna, að væri skortur á fagmennsku í rauninni samskiptum starfsmanna við ferðamenn. Og upplifun ferðamanna væri einnig hægt að bæta með aukin upplýsingagjöf, ýmsar upplýsingar og myndefni að finna á netinu sem skapa væntingar, og oft skortir einmitt heiðarleika hvað varðar raunverulega það sem fæst síðan. Og í því samhengi lögðu svarendur til að hið opinbera eða stjórnvöld ættu hér að grípa enn sterkari til þess að samræma það, að væri áreiðanlegar upplýsingar og væri veittar vottanir til fyrirtækja sem væru heiðarleg. Og svarendur gerðu náttúruvernd einnig hátt undir höfði. Hér var aftur óska eftir því að hið opinbera myndi grípa sterkari inn til þess að vernda náttúrugæði Íslands, stjórna fjölda ferðamanna og setja ákveðnar umgengnisreglur og þeim sé líka fylgt eftir. Með tilliti til öryggis þá snéru athugasemdir fyrst og fremst að vegum og göngulegum. Bent var á öryggi ferðamanna á veturna séu ógna vegna hálku, og svarendur tóku fram að mikil hálka á vegum og slóðum ferðamannastaði það sé það sem skapar helstu hættuna. Og því var óskað eftir betri vetrarþjónustu og aðgengi á brotum. Og ef við lítum á þetta svona í heild, þá ljóst að erlendir ferðamenn þeir hafa ýmsar hugmyndar hvað megi bæta í íslenskri ferðaþjónustu, og sumar athugasemdir snéru að því hvað einkaaðilar geta gert, en hlutverk stjórnvalda hið opinbera ekki síður mikilvægt í að tryggja þessa jákvæðu upplifun sem við viljum bjóða upp á. Og það líka ljóst að við getum ekki komið til móts við allar hugmyndir og allar tillögur. Það alltaf einhver ákveðin andstæð viðþorf, og það þá bara samt mikilvægt að við fylgjumst áfram með viðþorfi erlenda ferðamanna til íslenskra ferðaþjónustu til þess að við getum kortlagt hvar við erum að standa okkur vel, hvar eru styrkleikandinn okkar og veikleikir. Já, ég held ég hafi smá tíma til þess að rétt svo að nefna smá takmarkanir á greiningunni. Ég hef 1 mínútu. Að það var unnið með gagnsætt frá 2017 og 2018, þannig upplifun ferðamanna sem komu árið 2019 má vera önnur en hér var kynnt. Og síðan var unnið með gagnasafn opinna svara, þar sem í þessu tilfelli var ekki hægt að rekja svör til ákveðinna svarenda. Þannig að það þýðir að þessu sinni þá var ekki hægt að greina viðhorf ferðamanna út frá ákveðnum markasvæðum eða þjóðernum. Opin svör geta verið misskýr og veita misdjúpa innsýn í afstöðu til ákveðinna spurninga, og það þýðir að stundum óljóst hvað raunverulega átt við með ákveðnu svari. Til dæmis hægt að segja að mér fannst minnisstætt að labba Laugaveginn, og það gæti verið Laugavegurinn Reykjavík, en það gæti verið Laugavegurinn á hálendinu. Þannig að þetta ýmis svona, sem flækir úrvinnsluna, og svo flækir það náttúrulega líka úrvinnsluna að svarendur geta komið mismörgum atriðum á framfæri. Já, og þá ætlum ég bara að bjóða upp á spurningar og umræður. Takk fyrir mig. Já, það hérna. Flott skýrsla. Það verða hérna. Við ætlum að því þessu þannig að þið fylgst með. Það hljómar eins og smásvört skýrsla á þessum degi, en flott samt. En hver kemur til með að fylgja þessu eftir? Þetta fín skýrsla, en
hver fylgir þessum hlutum eftir þannig að það verði í lagi og getur verið í lagi, eða mun hver benda á annan? Góð spurning. Ég seti það náttúrulega út í raun kosmosin hérna og ég vonast til að sem flestir hlusti allavega að taka tillit til þess sem á við. Hugmyndin var að flokka þetta eftir í raun, þetta svolítið ábyrgðarsvið, þannig að það eru ákveðnar athugasemdir sem snúa að gististöðum, það eru ákveðnar athugasemdir sem snúa að bílaleigum og þannig séð, þannig að þeir aðilar sem eru í þeim rekstri geti þá kíkt í skýrsluna og séð hvað var sagt mitt tiltekna rekstrarsvið í raun. En aftur þá, og það einmitt það sem ég fullkomlega sammála þeim sem svöruðu þessari könnun að hlutverk hins opinbera stjórnvalda rosalega mikilvægt í þessu og það þurfa að vera eftirlit og eftirfylgd með einmitt til dæmis einhverju svona, eins og að þessi fylgd eftir svona hlutum. Sammála því Já. Já, ég ætlaði bara að byrja að því að þakka fyrir þess aldeilis fína samantekt, en við ætlum að hætta eitt liti, þannig að við höfum svona 9 mínútur í spurningar. Það er ein hér. Já, ég ætlaði bara að forvitnast, takk fyrir samantektinu og þessa góðu vinnu. Hérna, var þessu svarað á fleiri tungumálum heldur en ensku? Náðu þið til fleiri þjóðerna? Mjög góð spurning. Könnunin var á 10 tungumálum og það var unnið úr þessum 10 tungumálum. Það var enska og íslenska og danska og rússneska og japanska og kínverska og spænska og franska og var ég búin að segja þýsku og pólsku. Ég held að þetta voru ekki 10 mismunandi. Þannig að það var unnið úr 10 tungumálum og ég fekk hérna, ég sjálf tala 4 af þessum tungumálum og fyrir restina þá fekk ég aðstoð kollega til þess að þýða. Það væri gaman ef þið kynntið ykkur. Hérna kemur einn fyrirspurn. Jú, góðan daginn. Tala ég þetta? Já. Sigurður Þorsteinsson heiti ég, ég er vitaverður út af Garðskaga. Ég hef ákveðnar efasemdir hvernig á að, eða ákveðnar allavega hugleiðingar hvernig er unnið úr svona skýrslu og bæði jákvætt og neikvætt. Ég er ekki endilega viss til dæmis að einhverju ferðamenn sem segja að hér sé dýrt. Spurningin þessi bara eigum við ekki að vera dýr og það ekki bara ákveðum hvort við þurfum að taka í fyrsta lagi. Öðru lagi þá var ég á stóri ráðstefnu úti í Þýskalandi þar sem við erum fjallað ferðir til Íslands og þar hafði verið gerðar ákveðnar skoðanakannanir og þar komu niðurstaða til dæmis að norðurljósaferðir hérna þar sem menn fengju 1 kaffibolla og eina kleinu og látni bíða úti í kulda í 2 fyrir fólk sem hálauna fólk þótti en það er frekar léleg þjónusta og það þriðja lagi það vill þannig til að ég stýrði verkefni hérna 2004 og 2005 og í 4 ár fyrir selju norðurljósa. Og ég var í viðtali í gær og þar var verið að spyrja mig hvað hefði nú komið mest á óvart og svona aðeins og það viðhorf Ferðamálastofu. Það var þannig að við vorum komið þarna niður eftir og þá vorum spurðir hvers konar bjánar eru þið? Haldið að einhver útlendingar þarf að koma til Íslands til að skoða norðurljósin? Og svo tók nýr ferðamálastjóri við og hann kom með nákvæmlega sömu spurninguna. Ég heldur að þessi breyting orðin af starfsmönnum ferðamála. Þannig ég er ekki svona viss að bæta mjög mikið við opinbera starfsmenn í varðandi þess að stétt að skoða og ráðleggja og fleira. Ég hef svona ákveðnar efasemdir það. En heldur að sé orðin breyting þegar við til dæmis fyrsta leið hvað þetta sem fer stundum yfir heiminn að vetralagi og hvað það yfirleitt og hvort það geti gagnast okkur. Getur endur tekið síðasta hlutan? Hvort að norðurljósin geti gagnast ferðaþjónustunni? Hvort að norðurljósin geti... Já, hvort að það viðhorf sé núna niður í Ferðamálastofu. Það var það ekki í mörg ár sko. Sko ég get ekki svarað fyrir Ferðamálastofu en... Núna? Já, ég get ekki svarað fyrir viðhorf Ferðamálastofu. Ég get svarað fyrir mig í raun. En svo ég grípi upp kannski það sem að þú sagðir fyrst, því að mér fannst það áhugavert. Þegar þú sagðir, að fyrsta sem þú sagðir væri að hér eru niðurstöður sem að segja að verðlag sé rosalega hátt. Og það þýðir þá að við eigum bara að lækka verðið. Það þýðir það alls ekki endilega. Þetta eru niðurstöður sem að þetta er kynning á því hvað ferðamenn eru að segja og það er svo í okkar höndum að ráða hvað við gerum með þetta.
það að við séum dýr áfangastaður þarf ekki endilega að vera neikvætt. Við þurfum bara að vita hvaða afleiðingar eru af því og ég held að skilaboðin hér séu það að við séum svona dýr áfangastaður í samanburði við önnur lönd þýðir bara það að við þurfum að vinna vel í því að mæta þá þessum kröfum þjónustuna sem að svona hátt verðlag skapar í raun og það þurfa að vera ákveðið samræmi milli því. Já, hvað segirðu? Hafa gæðin í lagi. Já, hafa gæðin einmitt í lagi í samræmi við það sem að verðið segir. Þannig að ég alls ekki að segja að allt það sem að kemur hér fram að það sé eitthvað sem þurfa að gera, eigi að gera. Þetta eru náttúrulega svör þeirra sem að tóku þessa könnun og það er okkar að búa þar til einhverja leið og einhverja stefnu hver við viljum vera sem áfangastaður. Einhverja fleiri spurningur? Já, ég meina. Já, þú kynnir þig. Já, Gunnlaugur heiti ég, skrifa mikið ferðamennsku gegnum tíðina en mig langar að spyrja, þú varst að tala að eiginlega sárnaði pínu að sjá að Íslendingar séu ekki vingjarnlegir sem var kannski þekkt á þau fyrir að við værum góði gestgjafar og á þess að vera með eitthvað svona þjóðarremping ekki orðið mikið af útlendingum sem að vinnur í ferðaþjónustu víða land, bæði Reykjavík og annars staðar sem að hugsanlega eru teknir sem Íslendingar og kannski gefa skakka mynd. Já, ég lagði kannski þá einmitt meira áherslu á að kynna þetta sem fólk á Íslandi, kannski frekar heldur en Íslendingar því að þessar athugasemdir áttu við bara fólk á Íslandi. Svo að ég grípi samt upp þennan punkt, það komu athugasemdir í könnuninu að fólk væri ekki að hitta mikið af Íslendingum og það væri rosalega mikið af erlendu starfsfólki í ferðaþjónustu. Og það var einhverju leyti lýst ákveðin það væri rosalega gaman að hitta Íslendinga í raun líka. Þannig að þetta er eitthvað sem er alveg til staðar, það er ekki það stórt að það í raun hafi náð að koma fram hér í þessari kynningu. En mér fannst þetta með þessi punktur með að fólk á Íslandi sé kannski ekki nægilega vingjarnlegt. Það var rosalega áhugaverður, þannig stangaðist líka svolítið á við það sem kom fram í hvað verið minnistætt. Og við höfum lengi vel, eins og þú segir, verið þekkt fyrir að vera mjög gestrisinn þjóð. En ég held að þetta sé í raun ákveðin kannski áminning á fólk á Íslandi, ekki Íslendinga eða útlendinga, bara alla á fólk á Íslandi, að þessi mannlegi þáttur er svo rosalega mikilvægur í upplifuninni. Að þessi samskipti sem eiga sér stað og það sé eitthvað sem að þarf að tryggja að sé vel gert, alveg óháð því í raun hvort að við sem Íslendingar eða bara fólk á Íslandi. Við erum hér með spurningu. Já, ég heiti Gunnþóra og vinn hjá Ferðamálastofu. Mig langar að spyrja þig, eða getur þú farið aðeins nánar út í hvað ferðamenn sögðu í sambandi við skipulag á áfangastöðum, ferðamannastöðum á Íslandi? Já, eða svona, sem sagt, stýringu, já. Það var í raun helst, ef við hugsaum stýringu, þá var það helst þetta tengt fjölda ferðamanna, hvernig ætti að það ætti sem sagt í raun að dreifa betur á áfangastaði. Það var líka talað reyndar það var landkynningin sjálf, að það ætti að dreifa ferðamönnum betur landi. Þetta er allt hlutir sem við þekkjum og er í umræðinu hvað við getum gert betur. En í raun svona sjálfst skipulagið og stýringi, það var helst sagt að það ætti þá bara að setja fjöldatakmörkun, eitthvað svona ákveðið þak á það hvað mega margir koma. Hér er spurning. Já, góðan dag, ég heiti Hjördís og er frá ferðaþjónustunni í Úthlíð. Það var þetta með verðlagið, það er náttúrulega svíður svolítið að sjá að fólki finnst þetta svona svakalega dýrt, því að við erum alltaf að berjast í bökkum og eigum alltaf fyrir laununum til þetta þarf alltaf að vera í samhengi. En ég tók eftir því að þú tekur verðlag og svo varstu með verðlag á matvælum sérstaklega. Var það þá ekki eins slæmt verðlag á matvælum eins og annað almennt verðlag, eða hvers vegna er það í tveimur flokkum? Mennur á tölfræði myndinni sem ég setti? Það var í raun út af því að fyrsti punkturinn var of hátt verðlag, það var bara almennt, það var í raun alls konar atriði og svo var matur svo rosalega stór að hann í raun og gisting líka, að þeir urðu það stóri að þeir gátu búið til bara sinn eigin flokk
Þannig að í raun að til að það endurspegli kannski aðeins meira að þetta fyrsta var þá almennt verðlag og hitt var svona, já, það í raun það var bara svo stórt. Já. En já. Við lifum eina spurningu, við erum búið til klukkan nú orðin 1 og við ætlum að reyna að halda okkur við það. Takk fyrir, ég heiti Margrét Polly, frá Hótelráðgjöf. 2013 man ég eftir skýrslu frá Boston Consulting Group það að við þurfum að passa okkur á því að verð og gæði væri ekki að þróast í rétta átt í ferðaþjónustunni og nú er þetta skýrsla síðan 2018, 5 árum seinna og við erum komin ángað. Þannig ég vil endilega bara skora á ykkur fólk í ferðaþjónustunni að líta inn á við og þannig við séum ekki ennþá í sömu sporum eftir 5 ár. Já, ég held ég geti bara tekið undir með því en það er að við þurfum náttúrulega að vera vakandi fyrir því að við séum að veita sérstaklega þjónustu í samræmi við verðið, í raun þessar væntingar sem við erum að skapa. En svo er náttúrulega líka, svo ég ítrykki það aftur, að þá erum við náttúrulega að gera rosalega margt rosalega vel. Þannig að fyrst að þetta er svona kannski loka orðin þá, og þetta var síðasta spurningin, að þá við erum með alveg yfir 90% ferðamanna sem eru mjög ánægðir. Það þýðir ekki að við eigum endilega bara að hallast tilbaka og bara, bara að njóta þess sem við erum að gera vel, við eigum að vera vakandi fyrir þessu en það á samt að vera innlegg í einhverja jákvæða svona productive umræðu hvernig við getum gert þetta bara enn betur en við erum að gera. Við þakkum bara fyrir þátttökuna og bendum endilega á þessa skýrslu sem er birtist núna seinni í dag, afrakstur þessara vinnu og mjög áhugaverð lesning. Og vefsíðu Ferðamálastofu. Takk fyrir. Takk fyrir.